Ágúst Halldórsson, Blessaður og hjartanlega velkomin í sjókastið. Takk hérlega fyrir það. Hvað segir þú núna? Sko, við þurfum eiginlega að byrja Ég er bara ekkert eðlilega ánægður að vera komin í bæinn og fá að mæta í sjókastið. Sjá hrafnistu. Já, ég er að draga þið alla leið úr Vestmannaeyjum til þess að koma hingað til minn í ykkur hlaðvarpsþátt. Já, ég var reynda sendur í einhverja búðir hana fyrir konuna og einhverja filmumyndal fyrir úlingin. Allir krakkar að dæra með filmumyndalar, vissu það? Nei, hafði ekki hugmynd um það. Nei, þetta er stór peningur fyrir mig. Og það er síðan að fara með þetta, koma þess á pixla, láta framkalla þetta og senda þetta til eiga og færð á e-maili. Veit konaðinn að þú ert hér? Eða heldur hún sér bara í kaupstaðaferð? Og kaupstaðaferð, hún veit líka að ég sé að kíkja á þig í heimsókn. Ok, við skulum stinga á 1 kíló snöggvars, bara vegna þess að ég veit að fyrir þá sem er að horfa en ekki hlusta, þá sjá þeir hérna að þú ert með einhverja stóra spelku á fætunum. Viltu segja mér, lendir í átökum við hákarlát í Vestmannaeyjum, að hvað gerðist eiginlega? Nei, ég var í badminton. Ég var að keppa við Óskari Ávaldalegunni sem er svona einn af færasti badmintonleikari í Vestmannaeyjum. Ég hef aldrei unnið hann. Hann er reynda orðinn 74 eða eitthvað dag, skilurðu, en ég vann hann í fyrsta skipti. Og síðan tapaði ég reyndar öðru leik, ekki á móti honum. Og þá var sá ég einhvern 4 ára gamla peyja sem var hann einn að slá einhverju blöðru, þannig ég segi, komdu, við förum og spilum þessu 2 10 ára hann. Við byrjum að spila og þessi 2 10 ára hann voru að vinna okkur, sko. Þannig að ég ákvað, síðan kemur hann aftan og ég síðan bara, heyriði bara tógvír slitna. En það er eftir að þú vannst kempuna 74 ára gömlu? Já, ég var búinn að vinna hann. Þannig að ég er búinn að leggja núna badmintonstaðana og hilluna og búinn að sigra Óskar í Ávaldalegunni. Er þetta til hamingju með það? Það er þá gott að þá er þetta afgreitt. Þá er enginn að velta meira fyrir sig hvað. Nei, og hér mæli ég bara með alla að fá sér svona fót. Já. Og það ég fór í gernum við fórum á Lítsleik um daginn. Já. Og fara gernum fríöfninu og svona með þetta er alveg, þú fyrir fram fyrir allt og Finnst þú skutt? Já, bara út allt. Eða sko ekki skutt, ekki láta, þú fer alltaf fram fyrir allar ræðir og svona. Já. Þetta er alveg líkilættir að vera með þetta. Herðu, hérna, ég ætla aðeins að spyrja út í það. Þú ert náttúrulega sko Eyjamaður og rosalega mikill Eyjamaður. Ertu fæddur og uppalinn, ertu bara, getur rakið ættið þína bara 1000 ára eftir tímann? Já, þetta er svona, Eyjar er náttúrulega bara svo Siglufjörður, skilur, þetta er alls það að sko, en ég get alveg langa amma og alveg þangað, sko. Já. Og eitthvað lengra, þetta er, ég er stóran part af ættinni þarna í Eyjum. Hérna stöldur maður við gósið, þegar hérna gósið varð í Eyjum, þá hafa væntanlega foreldræðinni flutt upp á land. 16 ára gömul. Já, og aldrei hvarflaðum að ílengjast, heldur bara beint aftur til Eyja. Þau komum bara beint til Eyja, sko. Já. Þetta, þú byrjar á gósinu, ég bara, maður að hlusta á það helvíti aftur, maður. Það er ekki að sem ég hlakka meira til. Já. En þegar ég var gamall kall, já. Og allt fólki sem var lifandi í gósinu er dáið. og ég get bara svona, og ég get bara að segja söguna og svona, ég get bara að logja í leiðinu, bara, maður var í gósinu, bara svona. Sko, nú er ég náttúrulega ekki úr Vestmannaeyjum, þannig ég tengi ekki við þetta, en er þetta þannig að í þínum uppvexti og er bara svona allt líkjandi sem Eyjamaður, er alltaf verið að tala svona. Já, mikið talað gósið, sko. Já. Og það er skiljanlega. Já, þetta er áfall. Og maður fattaði ekki sjálfur hvað maður fæðist, sko, stuttu eftir þetta, sko, 85, og þetta er ekkert, það ríkur ennþá úr eldfellinu, skiluru, og það er sandur alltaf við bæinn og við fórum stundum peginni með eitthvað samlokur og gróðaði niður og tókum eftir upp grillaði samlokur. Geggjað. Þannig að, allir sem áttu ekki pappa sem var í Siglíku sem voru að kaupa samlokur grill í Þýskalandi, sko. Já. Þeir þurftu bara að græja þetta svona. Þú ert fæddur og uppalinn þá í Vestmannaeyjum og eftir að foreldræðinir hérna sáu ljósið bara strax eftir góslok. Já, það var ekkert annað búið fyrir þetta, sko. Nei. Og hérna þú hefur aldrei búið í bænum nema þá bara til þess að ganga í, stýrimanns? Nei, hérna Vélskólann segir. Já, við hérna ég held að búið mér ykkur 8 ári þá það tek samningin hjá Hjaðinni líka. Og hérna eignuðumst fyrsta barnið okkar reyndar í Eyjum en þá byggum við í Reykjavík og ég var í skóla þá og síðan var ég komin á sjó, búið með skólan og samningin og þá var hún ólétt á öðru barninu okkar, á Sveini Jönundi, þá bugaðast hún eitthvað, ég var á loðnuvertíð, bugaðast hún og vildi fá að fara, sagði bara, ég vill bara aftur til Eyja. Og ég var bara að landa á Þórshöfn á Langanesinu og seldum íbúðina sem áttum í bænum og keyptum hús í Eyjum, allt óséð, bara sendi bara pappa og einhver vinna að skoða og eitthvað svona, sem var bara að skrifa með einhver rafrænum skilríkjum og eitthvað svona.
þannig að það var bara græða sko. Það var bara græðið allt og það var tröstlegt ekkert að gamla. eðlilega gott að koma aftur og sjá maður kann að meta með þess að náttúruna betur í Eyjum þegar þú flyttur aðeins í burtu og kemur, þú veist, þegar þú svo samduna þessu skilur þess að þú býrð með Ingolind Karlsdóttir skilur þú veist, þá fattar ekki alveg hvað hún er falleg skilur ja, þetta er kannski ekki hvað það konum með Ingolind eða eitthvað Já, ok. en síðan kanntu að meta það betur þegar þú Þú búin að er búin að skilja lengra í þá, burtu ekki hvað er að fanna með en já, fættur í Eyjum og ég ætla að deyja þar það er bara 100% sko. Það er bara þannig. Já. Náttúran segir, munurinn og náttúran í Eyjum og svo upp á landi. Sko, ég fyllist alltaf rómantík þegar ég sé loftmyndir af höfuborginni. Sko, ég er bara svona af mölinni og er alinn upp í borg sem var algjörlega ógróin eða þannig, þú veist, það voru miklu lágreistari tré þegar ég var að alast upp og ég fyllist bara svona fortíða þrá þegar ég sé bara svona eiginlega bara svona sköllótta borg og það er engin tré að byrgja manni útsýni nei. og það er svolítið þannig þegar ég sæki sko Eyjar heim, ég hef svo gaman að þú sérð alltaf til hafs, þú sérð einhvern veginn sko það er ekkert sem að það er ekki allur þessi bölvaði gróður að flækjast fyrir manni. Nei, það er ekki mikið gróður en já, þetta er eiginlega mjög skott að búa hana ég er mikið í úteyjum, fer út allt. Já, útskýrðu aðeins fyrir mér, sko, eða fyrir svona þeim sem að, sko, þú býr náttúrulega Heimaey, þar sem að byggðin er og þið tala úteyjar, eru þið þá að tala allar eyjarnar í kringum Já, eins og ég elst mikið í veiði samfélaginu í Álsey, að veiða lunda, pappi dreifur mig þangað, ég veit ekki hvað ég er, bara smákrakki, 3-4 ára. 3-4 ára til þess að fara að spranga eftir eggjum eða? Nei, það var veiða lunda. Já, ok. Og það er eitthvað sem ég hef alltaf sóst í, mér er alltaf gaman að vera bara svona kallar, að chilla eitthvað, skilur. Þetta er eitthvað neginn, þú veist, mér er alltaf geggja að vera með svona köllum, skilur, hlusta á sögunar, bara eitthvað, shit. Við komum Árni Jónsson í einhverja kvöldvökur með gítarinn og þeir allir blindfullir og síðan alltaf vera að kalla þetta, Ágúst, ertu sofandi? Og alltaf svaraði maður ekki, skilur, út af því að ef maður sagt já, þá myndi þeir minnka sögunar, skilur. Maður svaraði ekki og hlustaði á sögur. Þannig að ég bara á helviti mikið á þess að kalla. Það kemur eitthvað upp á. Þegar Árni, sko, ég man eftir þegar Árni fjall frá, þá settur einn mynd á Facebook af ykkur saman. Náðurðu að svona eiga gott vinnarsamband við hann? Já, við Árni vorum alltaf vinnir og sérstaklega í restina út af því að hún fyrst ekkert erfitt að biðja greiða. Þannig að hann hringdi oft í mig og baði mig að koma og hjálpa sér að færa þetta og þá var ég alltaf svona að fá hann til að segja mér eitthvað sögur og svona af þessu, mynda honum og Halldóri Laxness og svo, hvað er þetta? Þá var hann ekki gefið út einhver plötu með lögum frá honum og eitthvað og þá sagði hann mér söguna, það var platan tilbúin og Árni Jónsson setur plötuna á og lefa Halldóri Laxness að hlusta á Árna Jónsson sem er kannski ekki þekktur fyrir frábæra söng en eins og Árni Jónsson er bara frábær og þá sagði Halldór Laxness að var með einhver hundana og sagði ef hundurinn geltir þá er þetta slæmplata en ef hann geltir ekki þá er hann góð. Og það kom sér verð að ég var búin að vera í Grænlandi með Rax og ég kunni að dáleiða hund, ég dáleiti hundin áður en Þetta ljúga þessu, nei, alveg satt. Hann sagði alltaf alveg satt, sko. Ég las ævisögun hans, Lífsins melódí, bara þetta og Sjúterari Rey, ævisaga Gylfa Ægis, þetta eru bestu bókmenntir sem hafa komið út á íslensku tungu. Ekkert þegar að fer á hann að vélsliðanum hringin þegar þú segir frá því maður bara, og ég var einmitt að lesa Lífsins melódí þegar ég næja fanga hana grænlandsfólkan Rísa grænlandsfólki grænlandsfólki hvað borði á sig vorum á haustsíld þú ert búin að eiga vingott við alveg afbrýðilega margar villtar skepnur, segð mér aðeins fyrir því þetta var svona fyrsta þegar ég náði þessum, við vorum bara að fylgjast með honum ég og Daði, vinur minn á Álfseyni síðan var verið að fara að hífa ég er alltaf vélstjóri, þannig að við vorum að græja bara lestarnar og svona og þeir fara aftur á og ég sé hennar, ég vil setjast þér ekki á skip nema þessi hún er bara örþreyttir ég var búin að græða mér eitthvað net á það og ég læðist á honum og kastaði upp og ég er að fara að ná hana þá nær hana að hoppa frá þessu og fer og ég er að fara út úr klussi að framann þegar ég næ hann bara fólka með nýfbeittan gogginn og og nú er í vellingum nei síðan og náði hann og kom með hann inn og síðan einhvern veginn náði ég bara að gefa honum að geta ég hafði samband við einhver gæja held að hann hétt
hann var að vinna eitthvað mikið í fálkum, svo einhverja heimildamönd á rúfi eða eitthvað, ég hringdi bara í hann og hann sagði að svona fálkar þeir deyja bara fljótlega, þannig að þeir eru svo þreyttir sko. En ég náði að koma í hann lífi og hann var bara, hann var bara að vera á hendina á mér og hann var skýrður Árni Jónsson út af lífsins bókinni. Já, þannig, ég skil. Og síðan gaf ég honum að éta og var mikið með hann heima og svona þjálfa hann upp og svona. Og síðan var komin tíminn til að sleppa hún. Þá var það gert á Höfðabóli og Árni Jónsson fenginn til að opna búrið. Yes. Og þá fluga hann að Höfðabóli heima hjá Árna. Heima. Já, dásanlegt. Árni hefur verið kátur með það. Árni sem að því að lífsins melodí reyfist upp fyrir mig, hann var svolítið svona verndar í sjómannaskólan sko. Ég veit ekki, við vorum náttúrulega á svipuðum tíma á sama tíma í sjómannaskólanum, þú í vélskólanum, ég stýrimannaskólanum og Árni var bara þannig að Guði gerður að ef við hringdum í hann og spurðum hvort hann yrði mögulega í borginni til þess að taka þátt með okkur í að sko, stýra ykkur fjöldasöng og svona þorrablóti já, ég verði í bænum þá var það bara vegna þess að hann ákvað það þetta var svo skemmtilegt prójekt að hann bara flaug í bæinn til þess að koma og vera með okkur sko. Gerði allt saman og svo frábær og ég gekk á hann einhver tíma með það sko, með frásagnir hans í bókinni lífsins melodí, hvort þetta væri nú rétt fóstu í alvöru á einhverju Zodiac sildur til færi að því að þú ætlar að fara að dansa með einhverja stelpu og þetta bara, þetta allt saman hauga lígi, hefur séð á með rammana, þeir eru mjög stórir og það ekki gott að fá það í andliti á sér sagði hann í einhverju djóki, hann vissi hvað hann var og gat talað svona sko. Já, hann var alveg glæsilegu kallinn sko, mikill sögn, sérstaklega Vestmanni, hann gerði mikið freyjar og ég var mjög duglegur alþingismaður skilur Ási Friðrik svolítið svona tekur upp svona Árna Jónsson bókina keyrir á alla sveitastæði alla sveitabæi og mætir alla jarðaferðir skilur hann triksin sko, hann reyndar ekki að gítar hann kann ekki að gítar og fór í magaðarmi, ég fór aldrei í magaðarmi Nei, og síðan þetta var Árni sko og síðan var annar fólkið sem ég fekk, það var förufólki hann var skýrður Sindri og það var eiginlega bara út af því að sko pabbi sem var lögreglumaður í Vestmannaeyjum, reyndar hættur að vinna hann kom með hann heim og það var sama dag og Sindri Ólafsson sem var þá yfir Eyjafréttum var búinn að hringja mig og húðskama mig sko, kallaði mig annarkot aumingi eða fífl, ég held að auðvitað bæði og það var það því að ég tók mynda Svenna, syni mínum það sem heldur svona skottnum ref sem þetta bara, félagi minn Gylfi Frímansson skaut og hann var að fara sútan og ég tók mynd á honum og setti á eitthvað Instagram eða Facebook að þessi refur hafi verið skotir á bíladekkinu Herjóli, nýja Herjóli og hann tók frétt, hringir í mig og spyr mig eitthvað út í þetta og ég sagði já, og sem má ég nota myndina, já, ekkert mál, nota myndina og hann kemur frétt í Eyjafrétti þar sem að einhver pegi heldur hann ref sem var skotin á bíladekkinu og mamma alltaf, hún bilaðist skiluru og síðan ringdi hann í mig alveg brjálað og ég segi, þú spurði mig aldrei hvort ég var að ljúga ég reyndi að fela mér svolítið bak við það og þá sá fólki skýrður hann fekk Sindra nafni Sindri, já þetta er fallið, þú átt að til að vera svolítið svona hrekkjalómur eða ekki, svona í Eyjum eru þið allir Eyjamenn kannski svona nú ætlum ég að skjóta einu en áður og svara þessu og það er nefnilega viðkvæði sem ég fekk að heyra á togara í Reykjavík að duglegustu sjómennir koma að vestan þeir skemmtilegustu koma úr Eyjum og þeir leiðilegustu koma að og ég ætla ekki að klára þetta Norðar þú botnaðir þetta já ekki það, ég kann mikið vel menna á Norðar, já þetta er alveg árveit við erum alltaf ekki hörðustu sjósagnar við Vestmannaeyingar, við getum aldrei verið að fyrstutóðar til þess það er bara eitthvað í Vestmannaeyjum þetta netamanns eðli held í okkur já, það þarf að vera styttra úthald já, ég held það en já, mikið það er þetta hrekkjalóma félagi sem Ási var í og þetta er allt í Eyjum sem menn upplöðist í fólki og þannig að það eru svona það er bara annað hver maður svona uppátækja samur og þú í Vestmannaeyjum með það mikið uppátækja sem og það höfum ekkert mikið annað að gera það sko það eru ábygglega einhverjir sem að muna eftir frá þið fyrir svona 2 árum cirka þegar þú tókst upp á því að róa á kajak út í Surtsey
feta í fótspor hans hérna Árna Jónsson sem að einmitt, hafði það verkefni að það ekki að vitja eiguna svona á til eitthvað svoleiðis. Var hann í 2 ár minni með eitthvað 1 ár eitthvað, hann var alveg hillingi segja alltaf frá þessi bókinni en og þú rerir á kajak út í eigin og það voru svona skrautlega frásagnir í kringu það, segðu mér aðeins þess. Já, það var eiginlega svolítið sko, við vestmanningar erum svolítið, þú veist svo séð kannski í fréttamönnum að við eigum eiganar okkar, við erum svolítið harðið þarna sko. Þórdís ekkert að fara að eignast þær? Nei, það er ekkert svoleiðis menn eru bara grafalendir í landnámu skilur við hérna með einhver orðaklausur þar Já. Að þetta var alltaf, ég hafði áður farið út í Surtsey sko, með Björgunarfélaginu og síðan veit ég alveg hvernig þetta ég meina þetta er svolítið afrek skilur að fara hana á kajak. Hvað er þetta langt? Þetta eru 20 km reyndar. 20 km, já. Og maður er bara ekkert símasamband og og ég sé náttúrulega Surtsey úr sólhúsinu hjá mér sko. Hún er bara að ögra mér alveg fleiri ár sko. Og ég er búin að fara út í allar hinnar eiganar sko sem ég sé út úr sólhúsinu hjá mér. Þannig að ég þurfti að klára þetta og ég eiginlega svona fór síðan bara. Ertu ekkert að tala af þér núna með því að segja svona opinskátt frá þessu? Nei, ég er búin að borga sektina og Af því að sko, ég man eftir að þú barst fyrir því að þú hefðir lent í sjávarháska þó að hefðir byrt myndir að þér berum á ofan með spegilsléttan sjó í bakgrunni. Já, það var út af því að þið hringdu bara í mig á föstudeginum á þjóðhátíð og þá var ég bara mjúkur bara í dal og þetta einhvern veginn að ljúga mig út úr þessu bara og sé bara hvað hvort þú svo seint heim skilur það var bara svoleiðis lígi lenti í sjávarháska og slitnaði einhver ég bara og sér alltaf gæti ekkert lóimötu því skilur Hvernig var tilfinningi þá að standa á þyrlupallinum út í Surtsey? Það var bara geggjað sko. Þetta er ekkert eðlilega flott eiga sko. Ég bara mæli mig alla að fara. Nei. Þetta er rosa flott sko. Og síðan líka, það eru fleiri tugi mann sem fer hann á hverju ári skiluru. Nefna, hafa allt brjála á mér að fara okkur kajak, þau fara 11 tóna Hercules þyrlu skiluru. Yfir allra allir. Hvað heldur að... En ég veit að auðvitað vilja þær ekki að menn sé að fara því að þeir eru að fara á dagpeiningum og vilja ekkert að það er séð að fara. Já, þetta er eitthvað svona... Ég meina, það var flugbraut annars, skilur. Er þetta ekki eitthvað skonar þetta er svona líffræðileg tilraun að vera ekki að hræri í þessu eitthvað svona? Þú er ábygglega ekki skelltur á klósitið hana. Nei, passaði mig á því og en Vestmanningar hafa náttúrulega farið hana, þú veist. Já, maður er Rekkjalómafélagi, þeir náttúrulega gróðusettu, hann er bara stálust hann út í eigu og síðan var eitthvað vísindamaður eitthvað, já, hvað er þetta þá voru búin að setja niður kartöflur bara í nokkra rendur sko, það var bara tekið sem eitthvað djók skilur en síðan var ég bara þetta var síðan er ég náttúrulega bara stendan upp á og tekið þetta og ég er svona með fortjar svona, ég er náttúrulega gaman að lesa Vestmannaeyjar og svona dæmi og ég tek mikið að þessu upp og svona, ég er bara eins og kringum Björgólf Thor skilur, maður er að geyma allt myndefni og eiga þetta allt saman og þannig að ég tók þetta allt saman upp og síðan er ég komin heim búinn að róa og þá segir dóttir mín bara þú voru að setja þetta á TikTok þú voru 17 eða 16 ára skilur og ég eða Instagram eitthvað ég sagði ég var búinn að skrifa í gestabókina þá gæti ég alveg skert þetta líka og þá fer þetta allt á flug og verður alltaf brálaðin Og þú fjast á baukinu það ekki? Þurfti ekki að borga einhverja sekt? Þurfti að mæti yfirheyrslur og svona? Já Fór þetta allt svona þetta er alltaf bara vini mínir líka sko, sem voru að yfirheyra mig skilur það var svolítið artalegt skilur Kannski með þér í einhverju svona rekkjulómafélagi? Já, nei en þeir skildu þetta alveg og ég skildi þetta alveg og þetta var ekki við getum orðað það sko með að ég fekk mynda mér svona 17 sinnum beramóa vann í Morgunblaðinu, Dagblaðinu og Vísi yfir þjóðatíðina þá var þetta svona 70 skall myndin eða eitthvað, 20 skall myndin þetta er bara fín auglýsing skilur 300 skrona PR campaign já og þau gaman bara hér og gamall kall skilur hann er afi flottu kallinn maður bad boy þetta hefur verið vel þess virði maður eða svona, þetta er ég vissi ekki að þetta færi svona í það er ekki alveg til að hugsa hlutina allt og langt fram í tíman skilur Nei, en þess vegna fyrir vikið er svolítið gaman hjá þér en þú veist, svo verður náttúrulega loka þessu núna á þeim endum að þeim nótunum að það sé alveg grafalveglegt að róa á kajak út í Surtsey það ekki og það er bara bannað að gera það alveg hardbannað
Þetta líka dýrt, sko. Sko, það oft talað að kanínufótur sé svona happa. En ég var að spá, ekki bara betra að vera með heila kanínu? Ég meina, 4 fætur, 4 sem veri líkur. Það ekki? Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Herðu, hvað hérna, en sko aðeins sjávartengingin, þú varst í vélskólanum, þú varst á uppsjáskipi og ert á Herjólfíta eða það ekki, eða hvað? Nei. Ég er svolítið bara bipolar í þessu allir saman, sko. Ok. Ég fór í vélskólan. Já. Ég ætlaði aldrei að vera sjómaður. Akkur ekki? Hvað ætlaði að vera? Ég var bara barni sem var bara orðið grænt í framar bara á bílaplaninu áður við síldum minni Herjólfi og krakki, sko. Eyjamaðurinn sjálfur ætlaði bara að verða hérna þegar og demaður, skilur ekki að vera á tuðrum og svona. Já, en sko þegar við erum úlinga þá eru aðal fyrirmyndanir í samfélaginu, það er bara hérna Björgólfur og Bjarni Ármanns og eitthvað svona, ætlaði bara að vera einn af þeim eða? Nei, ég er ekki nógu vel gefinn í það, sko. Alveg lausið það. Nei, ég kem af eiginlega 75% sjómönnum, sko. Já. Og síðan kem ég að pípurum líka. Já. Það var svona eitthvað sem var líka gaman. Það langaði að gera, þú veist. En síðan ákveði það að fara í vélskólan án þess að pröfa frá sjó. Næmir í annað stigi og fer síðan á sjó á Maríu Péturs. Þá einhvern veginn byrjaði þetta. Hún var alltaf drullu sjó okkur fyrst, skilur, en þegar það var komið þá einhvern veginn bara var ekkert aftur snúið, sko. Já, varstu féllust þið sjórinn bara í faðma? Já, eiginlega það mikið og María var það lélegt sjóskip að mér leiði illa að það komið í land, sko. Það var mjög sjórið, sko. Það var mjög stila betra að vera bara umborða meðan að vera að landa og svona dæmi, sko. Já. Og þá eiginlega byrjaði þetta og síðan alltaf bara klára ég allt sem ég byrja áskilur síðan þegar svo við vélskólan, sko. Og fer alla leið og sé ekki eftir því. Ég bara mæli með því fyrir alla peyja sem veit ekki hvað er að gera að fara í vélskólan. Það er bara alveg geggja. Það þarf ekki að vera að vinna það sem þú vilt, sko. Nei, þetta er skynsamlegt nám. Náttúrulega býður upp á ansi fjölbreytta svona atvinnumöguleika eftir hvort sem þú vilt vinna til sjós eða í landi. Já. Eins og ég pröfa sjálfur, skilur. Ég klára þetta og fer á sjó. Bara frábært. Og við náttúrulega lendum í hrunum og þessu drasli, skilur. Þannig að, þú veist, ég er búin að koma í einbýlishús og sér hlusta maður á Erpi Eyvindarsson rappara, maður einar sem maður hugsa að maður var skuldlaus. En maður berjast við það að vera ekki þrælgiðingana. Já. Og maður nær að koma svo undan því og það er svona draumir, ég fæ svona eitthvað sem ég verið að klára og ég sé svona lokamyndina, skilur. Og þá sagði ég lokamyndina að klára þetta og fara sér land. Síðan klára ég þetta, bara allt sem ég fæ og bara allt borga niður og bara alveg svo greiði. Síðan kem ég í land fyrir hann í Herjólf og fyrir síðan að vinna sem kennari. Fyrir algjörlega þurft, sko. Kennari í framhaldsskólanum? Á vélstjóradeildinni. Vélstjóradeild, ok, já. Og sem var náttúrulega gaman, skilur við. Er verið að kenna það ennþá? Já. Fyrstu 2 stigi? Já. Og og síðan fer maður að kenna og en það var eitthvað þá, skilur, það, þú veist. Hvað varstu gamall? Þetta er bara fyrir nokkrum árum síðan. Þetta er nokkrum árum síðan. Þannig að þá svona bara, djöfull var ég til að vera á sjómaður. Þetta, og líka, veist, maður er með 3 börn og kettlinguna, sko, þetta er ekkert gott fyrir hjónabandi fyrir kallar sem við erum ekki í landi, sko. Þannig að þetta er mjög gott að ná að kúpla þessu út, sko. Já. Og þannig að ég er það klára, þú veist, mjög gaman að kenna, flott laun í þessu, skilur við. Þetta er ekkert mikið síðra heldur en á sjónum, ekkert þannig sé. Nei. Og en ég ákvað að fara aftur á sjó síðan eftir það og næja að vinna kennari ársins, endaði með það. All right. Borðan, bara eins og hófi. Já. Alveg glæsilegur. Gera allt vel. Gera allt vel. Já. Og en það var reyndar, sko, kannski hvort maður sé að kjafta af sér, sko, en þegar ég er valinn kennari ársins og þú veist ekkert kannski hvernig framhaldsskólar í dag, þetta er bara svo barnaskólar í dag. Þú veist að allt passað upp á alla áfengistrykju og þetta er allt haldið á þriðjudögum og svona. Já, ég hef reyndið að fengi smá, sko, kona minn kennir í framhaldsskóla og ég veit að foreldrar eru meira involveraðir í lífum barnaðina heldur en, sko, þegar mér var sleppt í menntaskóla, þá
þá var ég bara, ég átti ekki foreldra lengur sko. Árið bara áður en ég byrjaði í vélskólanum og Stýrimannsskólanum, þá voru þeir með strippkvöld og svona rugl sko. Já. Þetta, maður bara, hvað er í gangi? En hérna, já, síðan er verið að kjósa kennar ásins. Ég er búinn að segja upp, er að hætta og þá segja krakkarnir við mig, herru, ertu til að vera veislustjóri? Bara fyrir okkur. Ég sagði, já, ekkert mál. Og Telma aðstoðarskólastjóri segir, herru, hérna, ég veit frétti að þú ætlar að vera veislustjóri, hérna, við þurfum að borga eitthvað fyrir þetta. Ég sagði, já, ok. Já, þau gera bara upp í því þannig að Nemo félagi. Ég sagði, ok. Herru, hérna, þau sagði, hvað er mikið? Ég sagði, það er 75.000 skall. Ok, hvernig að leggja inn á því? Ég sagði, nei, hérna, takk hérna penning út, farið með henni í ríkið og kaupið hérna nokkrar flöskur og brennivín og setji það í Eyverjasalinn, það sem hérna, sem gjöf frá mér til ykkar. Þannig fyrir hérna, þessar tvær annir hérna með einhvern. Já. Síðan hérna, þetta bara græða og síðan bara var verið að velja að kenna ásins og bang, Ágúst Halldórsson. Þannig að þú varst búin að taka þá ákvörðunum að hætta og vildir að arleið þín úr skólanum því svo að þú myndir tryggja það að næsta kynslóð sem tæki við að myndi hafa jafngamla og þú hefur. Já. Þannig að þau tók alveg við þessu og þetta var yfir kvölda myndum og þetta var svaka stemming á krökkunum. Og fórstu þá bara aftur á sjóinu þegar þú varst búin að þessu? Já, eftir það, þá tekur Guðbjörg Matti aftur við mig. Þá voru tveir sem voru farnir á Herjólf aftur, Pétur Eyjólfsson og Jens, vinir mínir. Og það losnaði pláss hana og ég var beðinn að koma yfir á Heimæ. Já. Og með Orra Jónssoni og hérna og ég sagði bara já, bara þá var ég komnir í 50-50 kerfi líka, sem voru tveir aðrir viðbót og hérna. Ertu þar í dag eða? Já. Fannar og Stefán, þeir eru reyndar að selja núna hérna Heimina og eru að kaupa Pathway. Ok. Og hérna þannig að það eru spennandi tíma framöndan og hérna og líka verið í svona 50-50 kerfi, þetta er náttúrulega allt annað sko. Og þeir hlakkar alltaf til að fara á sjó. Já, og þeir leiðist aldrei á sjó, þetta er ekkert eðlilega gaman sko. Nei, það er ekki svona kvíðahnútur í maðanum yfir í að túrin gæti verið vika eða 10 vikur sko. Nei, þetta er alveg frábært sko. Við löndum þetta mikið á Þórshöfn og svona, það er líka að passa mikið að hafa þetta ekki langt heldur. Þannig að mánuður og kannski 1,5 Já. Og svo skiptir áhöfn. Já. Manni hlakkar bara til að fara um borð og þetta er alveg frábært sko. Líka góður í áhöfn, svo þekki kannski. Já, það er bara lykilatrið sko. Gott skip, góð áhöfn. Í raun og veru sko, maður er alveg tilbúin að vera á drullu koppi svo lengi sem áhöfnin er góð sko. Hún kemur í fyrsta sæti sko. Já. Það er líka eins og ég segi sko, með þetta að uppsjóðaveiðin eða kennarinn skilur. Ég var í freka til að vera sko sjómaður á kennaralaunum heldur en kennar á sjóvaralaunum sko. Þessi nálgun með ég veit það ekki sko, ég er náttúrulega rosa lítið unni með konum líka sko. Já. En þú veist það er alveg gaman skilur en það er eitthvað það er öðru systemi Já, það var mjög sérstætt sko. Hún er í svona heilið minn er svona ekki segja þetta og ekki þetta og ég er svona passa mig. Já. Heiliðin sagði það áðan ekki segja þetta og hún sagði þetta samt. Já, reyndar. En þetta er veist, ég skil alveg hvað meinar af því ég og líka bara fyrir unga peyja að fara á sjó. Þetta er bara besta að geta gert. Skilurðu? Já, þetta er svolítið svona þú veist eins og að koma mönnum til manns og þú veist sendi einhvern í svona í öðru landi þar sem er herskylda og eitthvað svona læra að búa um rúmið þetta er okkar herskylda að geta sett á sjó sko. Já. Læri aga lærir af öðrum svona. Lærir að stóla sko á aðra og stóla sjálfa þig. Já. Með öðrum hætti heldur en nærði íþróttum til dæmis, í íþróttalíði. Já, myndin sem fólk er kannski með haustum að segja, það er kannski við sittum alltaf og horfum á klámyndir saman og eitthvað sem er ekki, skilur. Þetta er mikið sem hún lærir bara, þú veist. Það er það, í smá svona sjávar, hvað bara segja ekki endilega sjávar háska, en bara svona þegar það er hérna einhver sjógangur og það er verið að fara út á dekki að taka það og eitthvað svona, þú ert að treysta þínu næsta manni fyrir þinni velferð, eða fyrir þínu líf og hann að treysta þér líka. Já, þetta er svona veiðieðlist, eitthvað dæmið svona að vera saman í hóp, sko, hvort það sé bara eitthvað sem við hópum homo sapiens, svona fílum bara, svona sem kjörð, skilur. Það er rétt, það er mikil romantík í þessu. Já, það er það, og síðan alltaf hef ég alltaf verið á togurum og uppsjáveið og mér togarar var gaman, skiluru, en mér það meira svona bara rútineru vinna, skiluru, en uppsjáveiðin, það er einhvern veginn vistu aldrei neitt, skiluru.
Það er einmitt meiri svona kúreka. Já, þú ert ekki að fylla bara úr í einu kasti og eitthvað svona, já, það er algjört kúreka dæmi, sko. Já. Veist aldrei hvert þú fer Og er stemningin í Eyjum bara svona heilt yfir, sko, hérna, eins og kvótið á þann sem að ég nefndi hann að þeir skemmtilegustu sjómennir kemur úr Eyjum. Er þetta svona heilt yfir í Eyjum? Eru allir svona nálægt náttúruöflunum í hjarta sér og þú veist, er stemningin heilt yfir létt yfir bæjarbúum og svona nálægt sjávarútvegi og nálægt lundanveiði og... Já, og síðan alltaf snúast allar helgarnar fyllir í, skilur það er alltaf þannig, skilur það er fyrir og eftir góðslokk og síðan er það fyrir og eftir þjóðatíð, þú veist, það er ekkert eitthvað svona 40. vika eða eitthvað svona. Nei. Þetta er allt fyrir og eftir góðslokk eða þjóðatíð. Já. Það er skemmtanaglæðir. Já, það er rétt. Og búin til hátíðir úr öllu. Og ég hef komið sko í land á einhverju bara miðvikudagskvöldi í október og það er allir á barnum. Það er bara gaman. Já, það er mikið stemming í Eyjamönnum, sko. Hefur alltaf verið. Við erum svona, ég veit ekki hvað það er, sko. En þú veist, er eitthvað óheilbriði í kringum þetta, þú veist, að því að maður gæti ætla þá að, þú veist, það sé bara fullt af krökkur sem að bíða eftir að, þú veist, pabbi kemur bara alveg blindfullur heim og það er bara, þú veist, ekkert seriós í skápnum og eitthvað. Nei, ekkert sem maður tekur eftir allan að svoleiðis. En þetta er meira bara svona stórar helgar og eitthvað svona dæmi. Ég sjálfur, ég tek ekki þátt í sko 1/10 af þessu, sko. Ég bara nenni ekki, skilur, ég er bara gamall fyrir þetta, sko. Bara þunnur í 3 daga, sko. Það er ekki hægt, sko. Þetta er búin tími hjá það, kannski. Það er svona tekið líka hana erpstæmi, það tek alltaf janúar, febrúar, mars, edrú, sko. Já, það er staðreyndum Erp Eyvindarsson sem ég vissi ekki fyrir bara daginn. Hann tekur alltaf bara 3 mánuði á ári edrú, bara til þess að núllstilla sig. Já, ég tók þetta fyrir nokkrum árum, byrjaði þessu líka, þetta bara. Og eiginlega, sko, maður eftir 3 mánuði verður maður að slíta þetta, skilur, bara með fljótlega, út af því að þetta er óróð þægilegt, skilur. Ég langar ekkert meira. Nei, ég tenki harkalega við þetta, sko. Þegar ég fór á þjóðhátíð í Eyjum þegar ég var úlingur, þá þú veist, datt maður í það á 5. og það þýtti það að ég drakk ekki á föstudegi. Þú veist, ég fékk mig kannski bjór á laugardegi og það kannski bara 1 eða 2. Ég get ekki drukkið svona stíft. Nei, við höfum séð þetta. Þessi Reykjavíkurbörn koma af mölinni og í alvörunni, sko, og bara brotna niður, standandi blauti í einhverju ponsjói á laugardagsmorgni að hringi mömmu sinni og pappa að biðja um að auðra inn á sig, skilurðu, eða reyna að kaupa ykkur miða, skilurðu. Maður er bara, þessir aumingjar veit ekki hvernig á að drekka, sko. En þetta er ekkert máli í Eyjum, sko. Þetta er ekkert máli í Eyjum? Nei. Bara drekku til hita? Já. Þóttu við væri með tjöldum, það er neinu máli, sko. Herri, þær segðu mér hérna, ert þú byrjaði með hlaðvarpsþátt? Já. Segðu mér frá honum, segðu hvað hann heitir. Ég byrjaði með hlaðvarpsþátt. Það er verið pínu draumur að pröfa þetta. En samt ekki, skilur ég er með mikla drauma fullt af hlutum sem ég ger ekki, sko. En þegar ég sleit hásina, þá náttúrulega kann voða illa við að gera ekki neitt, skilur. Er það ástæðan fyrir að þú byrjaði með hlaðvarp? Ég hef aldrei byrjað með þetta hlaðvarp nema að ég hafi slitið hásinn. Já, þú ert náttúrulega bara svo atorkusamur að þegar það kom smá hlé. Já, ég mátti hvorki lifta, ég hjóla eða ég get ekki verið að hlaupa á fjöll eða eitthvað. Nei. Þannig að þá... Kannst ekki vinnuna eða neitt? Nei, ekki neitt. Þannig að maður var alveg svo aumingi, þannig að maður ákvaða að og ekki, ef maður alltaf horfa bara á Netflix, þá var náttúrulega maður algjör aumingi og að fara í einhverja skjáttíma yfir 5 tíma og eitthvað, þá bara grillaður á hausinn, sko. Já. Þannig að þetta var svona, það var farið í þetta. Ég hugsaði hvað gerir maður, skilurðu? Þannig að það er bara farið í gervigreindina og netið og finna út hvernig maður græja þetta og maður er ekki eins og þú með 3 myndavélar og upptökumann og eins og algjör greið. Þannig að maður voru að keypti sér ykkur búna, skrapaði saman einhverjum úr sjúkrasjóðunum til þess að græja þetta og síðan var ákveðið auðvitað talaði við Stjána Emmunni. Stjána á Kristján Óskarsson, Stjáni á Emmunni. Kristján Óskarsson, skipstjóri á Emmunni. Já, MUF. Hann er mjög skemmtilegur, sko. Og þetta er líka einn af þessum gæjum. Ég meina, þú veist, ég ger átt grína hann var hættur að vinna 48 ára eða eitthvað. Ok. Bara alveg hættur. Hættur að vinna 48 ára gamall. Já, ég var búinn að selja kvótann og keypti sér eitthvað sumarbústaði í leigu og eitthvað. En þessi er mest að móti kvótakjörnu núna. Bara svo Ingu Sæland og eitthvað svoleiðis. Já. En allt í lagi með það og það er svo gaman að tala við svona kalla að
hann er ekki hræddur við neitt, skilur Nei. hann þarf ekki að stóla að börnina svo að borða, skilur hún er svo skít sama hvað hann segir Já, það er engar afleiðingar. Nei, hann segir bara nákvæmlega sem hann vill og það er, og honum er alveg sama og ef hann er leiðréttur þá er hann alveg líka sama þannig að það er gaman að fá svona kall sem segir áskemmtilega sögur og mikið af svona ráðum fyrir okkur peyjana. En er þetta kall sem þú búin að þekkja síðan þú varst krakki sjálfur? Nei, ég vissi alltaf af honum, skilur, en ég byrjaði ekki að þekkja bara fyrir einhvern úlingur, skilur, ég byrjaði frá Böll, þá sér maður hann, skilur, og blassaða frændi, skilur, hann er flámbæltur og hefur mjög skemmtilega skoðanir á hlutunum og lífinu og mikið að tryggsum sem hann trúir í alvörinu að séu sönn, skilur. Já, það er eitt trygg sem er búið að ganga svolítið netið. Hvernig var það? Það er getnaðarvörnin. Það var getnaðarvörnin að stilla heita vatni á 38, 9, 40 gráður setja bolla undir pungina þér og láta hann liggja í þessu í svolítið tíma. Já. Taka hans í burtu og þá ertu ófrjór næstu klukkutíman eftir og þetta er mest, ég veit ekki, þetta hlýtur hún að kjafta ég hef reynda að lesa svona sem ykkur svona japansk húsaráð sko. Þetta er þórlega rétt hann hefur ekki ennþá logið mér Nei, en byrjaður með þennan hlaðastátt var uppleggið að tala bara við Stjána. Nú ertu búin að taka 5 þætti bara með Stjána og hann virðist vera bara óþrjótandi uppspretta af gleði og sögum og ráðum. Já, og ráðum og ég sá líka hvað honum alveg þótti vænt þetta, skilur hann sá þetta, hann hefur sjálfur tekið ykkur 140 viðtöl sjálfur við fólk og helmingur hann er dáinn, skilur Er hann búin að taka þá fyrir bara eigafréttir eða eitthvað svoleiðis? Nei, bara fyrir sjálfan sig. Já, bara fyrir sjálfan sig. Já. Hann er búin að safna þessu bara í fyrir 20 ára. Á segurbandi eða? Já, bara, hann er búin að setja þetta yfir á tölvu. Já. Og þetta er bara heimildi sem hann á, skilur. Já, magna. Hann sendi mér sko þegar afi myndi, þá sendir hann bara 1,5 tíma viðtal. Já. Það sem bara, kemur líka svolítið hugmyndir, sko. Og hann tekur það til sín að honum langar að segja þetta og gera það vel, skilur. Og hann kemur með einhverja punkta sem hægt er að ræða og síðan alltaf njósna maður í kringu sig og svona hvað er þetta að skjóta á hann að auðvitað æsa hann upp, sko. og síðan ef ég hyggstaði eitthvað, ég náttúrulega kann eitt að taka viðtöl og svona, þú meira veimingið, þú kann ekki að taka viðtalan. Ekkert frekar en ég. Nei, skilur, þetta er bara eitthvað sem maður lærir fljótt. Já, það er það og það er nú skemmtilegt með þetta forma að það er ekki stór hjallur að fara yfir að byrja og hvað þá ef maður er með skemmtilega viðmælanda sko, það er viðmælanda nummer 1, 2 og 3 nú er ég með skemmtilega viðmælanda og Stjáni ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að taka marga það? Nei, við erum bara ég er svona manískur, skilur og síðan getur ég bara búið svona, sko. Já, bara leiður búin að lausa úr spelkunni? Já, leiður getur bara að hlaupa, sko, þá er Stjáni bara varir, sko Nei, en þetta er alltaf hann opið ennþá og þetta er skemmtilegt og mikið hlusta á þetta, kemur óvart, sko, hvað er mikið hlusta á bænum og skemmtilegast ummæli verð, sko, frábær kall en þessi pegi sem alltaf að gjamma honi hann er líka ágættur alltaf gjammi, sko Já, ég fæ alls konar svona ég tengi við þetta, sko Það er svona gott, sko það sem ég fór í, sko þegar ég, margt kannski 2007 skemmtilega tíma hana Já, frábær tími Þá fór ég að skrifa fyrir Blikt.is og ef þú ætlar að fá breitbak þá er það að skrifa flíspeysukellingarnar í krokkskónum í Breiðholtinu, sko með þetta sem er með rykfallin snýp þá fer allt til anskotas voru það efnistökin hjá þér? Já, svona ég var mikið svona að skjóta og svona og mikið að og ég fekk mikið alltaf tilbaka og ég hafði mjög gaman að þessu en ég eiginlega þurfti að hættur út að mömmu var svo erfitt að lesa ummæli þig ummæli mig þess vegna hafði miklu áhyggjur því að ég var að koma í podcast núna þá myndir missa þig og hún vissi það, skilur að ég gæti sagt eitthvað sem ég má ekki segja, sko Já, þetta er ég er að byggja upp smám saman svona pínu skráp gagvart þessum ummælum, sko það er bara gaman, sko Það er svo fyrsti gestur sjókastsins var Kristján Loftsson sem að 99% held ég að hafa haft gaman af og einstaklega mikill karakter sem ekki svo margir hafa séð í þessu ljósi öðru en bara svona aðeins að rífa smá kjaft í kastljósi 1-2 mínútur eitthvað svoleiðis og flestir ánægir en svo fór að hrannast inn kommentin þar sem að sko ég var uppnefndur skósveinn SFS og
sendi Sveinn hérna sjálftöku flokksins og sægreifa flokksins og ég veit ekki hvað og hvað. Það svona sem geggjað að geta byrt viðtalum með 2 viðtalum við Svandísi Svavarsdóttur að sína að væri svona aðeins meiri breidd í þessu sko. Já, það voru einhverju svona skoðanabræður hans Stjána sem að voru búin að selja sig út úr kerfinu líka sem voru alveg brjálaðir sko. Þeir eru grótharðastir á móti þessu. Þeir eru harðastir sko. Ég veit ekki neitt fegurar svona og rómantískara heldur en að vera sko Strandveig bara einn með höfuskeppnunum inn á Patreksfjarðarflóa, bara spegilsléttu sjór og sól og þú veist, máasöngur eða máagarg en þannig ég skil það aspekt og allt það en stoppum að sko. Þetta strandveiður rugl hana, ég tók þátt í þessu sjálfur, við keyptum okkur bát saman við vinnirnir Daði og Raggi Dóri og við vorum bara að sjá þetta fyrir okkur spegislegt hamaður og múkin bara eitthvað við brúnir með sómasamloku og kaffi og eitthvað svona vakna klukkan 4-5 á morgnana alveg grútþreyttur á okkur skítakopp sem við áttum sem valla bara neitt og alltaf þvílíkur veltingur og reyna að ná í þetta þetta var alveg sko, þetta var gaman en ég myndi ekki gera þetta aftur skilur og þetta var það mikill koppur ef ég lokaði augunum í sturtu eftir þetta þá datt ég sko þetta var það mikið sjórið að sé að vera þessu. Já, þetta er kannski svona rómantík kannski á stærri bátum já, þú stá litlu bátunum kannski einn dag og þetta er flóa kalla sko, ég skil það vel það náttúrulega bara ekkert eðlilega flott sko. Já, það er svolítið erfitt að sækja hérna sjóin á smábátum en það ekki úr sérstaklega núna, þetta er fyrir að klárast núna upp úr þegar strandveiðarnar er að byrja í Eyjum þá er þetta eiginlega að vera búið þá er svona trilluvertíðin búin sko. Lítið að frétta fiski og maður alltaf inn fyrir línu og stelast eitthvað og síðan landryggi alltaf að ringja og þá þarf að segja að það sé bara eitthvað bílað og eitthvað og þetta er eindóma líður. Er stutt í að Eyjamenn fari að lýsa yfir sjálfstæði það lútið ekki endilega öllum sömu lögmálum alltaf eða Nei, þetta er svipað á Grímsey skilur við en við erum reyndar ekki svona svindlara, kvótasvindlara Nei Ertu að segja það síðan það? Nei, við höfum bara gaman að þessu og við erum með fjölbreytt atvinnulíf skilur við erum komin með þetta Laxey núna, við erum komin að 3. stóru stóðina skilur með Ísfélaganum vinnstöðinni sér kannski með við nú verðum ríkisstjórn þá kannski fínt að vera með Laxeyin líka áður en byrja kannski að kroppa í það líka sem það eru pottitt að fara að gera sko. kannski klippa ekki láta að fá hugmynd já, það er fjölbreytt og svo er en ferðaþjónustan, hún er búin að vera í einhverju vexti núna ég kom síðasta sumar og var skemmt í að fara að skip og ertu ánægð með vöxt í ferðaþjónustin í Eyjum? Já, það er bara Er þetta ekkert innrás í daglegt líf? Nei, bara fullt af fólki í alveg sjökkum að labba bæinn, sko. Þetta er bara kósí, sko. Fara á fara á veitingastæðina og halda þessi í gangi og þetta er bara rosa kósí, sko. Halda uppi góðri leigu og segway hjólum upp og niður fjallið og svona? Já, fara út allt og ég meira þess að plattaðar í að, ég segi alltaf já. Ég plattaðar í að vera túrgætt, sko. Já. Það var alveg þræl gaman sko. Og það er náttúrulega, það má ekki segja að við drepum lunda og það má ekki segja þetta en Ameríku túrisminn og svona, þeir fíla allt saman Er það ekki? Jú. Er þetta ekki svolítið eins og með hvalaskoðunar þá er mjög algeng spurning eftir hvalaskoðunar ferð þá er alltaf bara hvað getur farið á fengi hval sko. Já, sama hjá þeim sko, þeir myndi geta þessa lunda alveg fullið að geta sko. Þannig að en já, ferðamennskan er alveg gengur ágætlega sko. Maður er bara gaman að sjá svona mikið marga arma, blómstra skilur þetta við erum eins og einhver kallar alltaf, við erum svona Monaco skilur þetta er bara allt uppi og við erum KR, landsbyggðarinnar það hata okkur allir, við erum bara flottust skilur við höldum flottust á hátíðina við erum flottust Já, það er Við erum glöðust, við erum með flottasta, við erum alltaf með flottasta bæjarstjóran, Írisi, geggjuð, ellið á undan, frábær skilur, þetta er allt svona, þau eru öll svona bylgjubæjarstjórar skilur, mæta bylgjuna, segja hvað við erum flottust, bara svo fólk að því þólast, bara fáið þarna í Vestmannheim skilur, þetta er, við erum svona KR landsbyggðarinnar. Það eru KR landsbyggðarinnar og svo eru meira sem með þannig sætýrasafnið, það er nú hálfgeir vörusvik, maður borgar sig inn hann að skoða mjaldarana af því að það er alltaf verið að fara að sleppa þeim eftir einhvern mánuð eða eitthvað. Ég held að ég sé búin að gera þetta 5 ári röð, fara að borga minn og skoða mjaldarana sem á að sleppa í næsta mánuði. Já.
En þetta flott samt, sko. Þetta flott safn, flott í mjaldra, það vantar ekki, sko. Nei. Þetta líka, þú farið með konuna að vesla í Kúbúni, það hún með þetta á Þóra, frænka mín, og þetta svona second hand klæðnaður, svo kaupir. En í Vestmannaeyjum second hand klæðnaður bara allt annað dæmi, sko. Og þetta yfirleitt sjómannakellingar, skilurðu, bara að kaupa sér mikið af fötum og sem flestar aðeins búin að fara í magaermi, þannig að þeir að losa sig við þetta alveg, það fær rosa flíkur fyrir bara ekki neitt, sko. Og þetta nefnilega alveg frábært, sko. Herðu, segðu mér eitt, sjómannadagurinn í Eyjum. Sjómannadagur. Þú ert í sjómannadagur, sagði þið? Bara, við eigum plata þetta sameiginlegt. Já, plata þar af Rikka tengdaföðu mínum, sem náttúrulega mjög duglegur í þessu, að halda þessu uppi. Það ekkert margir staðar á landinu sem þetta Nei, það nefnilega málið, sko. Við vorum aðeins að fara yfir þetta ég og félagi minn daginn. Nú sko eins og Grindavík út, Akureyri út. Og það bæjarhátíð í Grindavík, skilur við, en við erum að borga allt sjálfur, skilur við, sama á því vantilega. Og en þetta gert alveg með stæl og það alveg helling á bryggjunni og síðan á stakk og Vestmanningar eru svolítið, þeir mæta á stakk og jakkafötum, hálfþundir með afréttari vasanum og mæta á böllin og Stakkó. Já, Stakkó sko svona grasvöllur svona sem við höldum alltaf. Já, það sem að þið eru með einhverja smá seremóni í kringum þetta, já, og hoppukastar og leið á þetta fatta að gera sem mest fyrir börnin, skilur að mæta fóreldrarnir. Já. Þessi fóreldrarnir þetta ekkert að hleypa á krökkum þegar bryggjur sjálf, sko. Nei, það var allt brjálaði fyrir af því að einhverju skólar í Hafnarfirði fóru í bryggjuferð með krakka, með einhverja, nokkra bekki í einu, sko, eða heilu árgangana og þá var einhver hjá björgunarsveit sem var alveg brjálaður yfir að vera ekki allir í björgunarvesti að labba niður á bryggju. Já, þetta svona svip. Já. Nei, það líf í á sjómannadaginn í Vestmannaeyjum. Já, hörku skemmtilegt, sko. Þetta laugadagurinn svona aðal svona fyrir okkur. Það byrjum við að græja á hádeginu og byrjum við að hóka nokkra öllara með því. Eigan alltaf bara 1 eða 2. Sen kannski ég ferði í 3-4 og síðan maður að lýsa, fæ ég mækin og ég vilt raggi líka. Og síðan maður mjúkur með mækin og fara að skjóta svona fólk út í sal. Þannig að þetta er ótti verið tæft að vera að kasta bara sjálf út í sjón. Já. Þú hefur kannski verið þá búin að fá þig fasta bjóra það kvöld í hópnum. Já, þú sér það bara að passa með sig. Fara aldrei yfir línuna. Já, aldrei yfir línuna. Já, þetta er geggjað. En það við verðum bara saman í því að reyna að efla þessi sveitafélög sem er eiginlega búin að leggja þetta niður, sko. Já, heldur betur. Þetta skemmtilegt, sko. Já, það ekki neitt rosalega margt, sko. Ég fekk nefnilega ábendingu daginn að sjómannadagur væri svo uník. Þetta þess að sérstöðu og í landi þar sem við erum í hálfgerðir svona identity krísu, sko. Þú veist, fyrir 20 ára síðan, það var Íslandi að 20-30 árum síðan, vorum við að reyna að kenna okkur rosalega mikið við víkingarleiðina og svo það einhvern veginn hætti að vera í tísku eða hvað nú er, sko. Má ekki. Þjóðurinn skemmt eitthvað. Já, eitthvað svoleiðis. Við reyndum að vera útrása víkingar líka, það gekk ekki. Og svo eru hæg heimatökin, sko. Við getum bara eins og bara með Reykjavík, þetta er bara stór verstöð, við getum bara verið stolt af því að þetta er bara sjávarþorp. Við erum bara haldið fast í þetta og við erum að missa svolítið niður eins og öskudagur, það er enginn að hengja öskupoka aftan á, krakkar ekki að gera það lengur. En á sjómannadaginn þá erum við ennþá, það er kottaslagur og það er flekarhlaup og það er gabbróður og alls konar og það er verið fólk að koma, almenningur að koma saman til þess að í raun og veru fagna bara þessari arfleið okkar, sko. Já, það mæta margir ykkur líka og hellingur ykkur og alveg slatt í okkur Hafnarfjörður er mjög öflugur líka. Hann er öflugur, já. Við hefum alveg grætt á þessu með Grindavík út af því að við höfum alltaf náðum að fá skemmtikrátana þeirra í þeirra og þannig að þetta en þeir koma sterkir inn bara á næsta ári eða ekki. Jú. Enga trúa öðru heldur en því koma sterkir. Herðu, er eitthvað sem þið langar til þess að skjóta að lokum svona? Hvað segir Eyjamaðurinn svona framtíðina? Framtíðina mína? Já, bara þína framtíð og hvernig líst þér á sjávarútveginn? Nú allir að rífast einhver auðlindagjöld og eitthvað svona. Ég ætla ekki að fá þig til þess að röfla það. Bara... Nei, en Jú, ég er náttúrulega nýkomin úr uppskurði, náttúrulega ég greinist með krabbameinana þegar ég dett á hjólinu í fyrra. Já. En núna ég er bara að skera mig, ég veit ekki hvað oft, skilur, eftir að bæði í hásinu og að ég
hvar varstu með krabba? Á vinstra nýran. Vinstra nýran? Það var bara, ég var að hjóla með vinum mínum, Ástóri, Sigurgeirssyni, sem er að norða. Hann fín, sjómaður, skemmtilegur. En hérna, og ég er að hjóla niður hérna Sæfellið og dett bara svona algjörlega klunnalega. Og fann ekki fyrir neinu, bara reisti hjóli áður, hann myndi sjá mig og kom mér aftur á stað og segja hjólaðu bara með hann, ég klukkutíma 1,5. Sen er ég komin heim og þá byrjaði að pissa blóði. Já. Nenni þessu, sko. Og síðan fyrir ég að sofa bara. Daginn eftir, aftur bara djöfull. Þá var ég plataður á spítalan og í eitthvað tæki eitthvað tölvusneiðsmyndtæki. Og þá var bara, þetta komið. Ég sagði, ok, flott. En það er einhver gólkúla á minnsta nýrinu. Ok. Þannig að það stuttumáli, þá bara greinist það bara sem illkynja æxli og ég fyrir bara á sjó og síðan verið bara dæmdur í aðgerð og skóri í burtu, ekkert mál. Þú búin að ná þér að fullu? Já, alveg. Ég var bara, ég var til að fá að krabba með tvisvar en að slíta hásinn aftur, sko. Ég skil. En það er allavega framtíðin björt hjá þér og ég meina þú bara býr með þinni fjölskyldu og búin að vera með konu sem búin að þóla öll þessi ár og 3 frekar uppkomin börn með hvort ungur. Þú var byrjað ungur eða ekki? Jó, ég taka mig á sambandi mjög ungur, skilur. Ég var bara, ég veit ekki hvað ég var gamall. 30 og bara klipp. Já, það var bara vesen, sko. Læknirinn vildi ekki skrifa upp á þetta, sko. Og hann sagði við mig, ert alveg viss að vilja taka á sambandi? Ég sagði, já, ég á 3 börn og ég var alveg til fleiri börn en kona minn sagði að þú myndir bara hlaupa fram að hamri ef hún myndi eignast fleiri börn. Og þá var þetta eitthvað tæft en síðan náði ég að væla þinn og fara í gegnum þetta. Og það gelda mig og þá fekk ég hænur. Þá fyrstu hænur í garðin? Já, hænur í garðin. Já, sem svona sárabót. Já. Og það er ekkert betra heldur en að vera svona geldur bóndi í dvergamrun. Það er bara geðveikt, sko. Einhvern veginn að halda í náttúruna, ná í egginn og samt vita að maður sé ónýtjungur sjálfur. Ekki að það nota maður í neitt. Þannig að Já, þetta er dásanlegt. En framtíðin framundan í Vestmannaeyjum, svona og framtíð sjávarútvegsins og svona, heldur að Guðbjörg og Binni séu bara að fara að keyra þetta áfram eftir sama hætti eða er vöxtur framundan? Ég einhvern veginn hef aldrei haft áhyggjur af þessu, sko. Nei. Þetta reddast alltaf, þetta fer alltaf fína farveg, hef ég trú á, skilur. Þetta er alltaf bara svona núna, skilur, en ég held að þetta vatni finnir sér alltaf leiðir, sko. Þótt að bréfið mín í Brim og síldarvisslunum segja annað en ég hef alveg full að trúa að þetta eigi eftir að finna sér svona sanngjarna leið, sko. Og hver sem hún er, ég get ekkert verið að segja það. Ég er margt annað að gera heldur en að pæla í þessu, sko. Ég hef fullt að gáari liði heldur en ég hef að pæla í þessu, sko. Já, ætli það sé ekki betra að lifa eftir svona lífsmottói heldur en að vera einhvern veginn alltaf að reyna að hafa áhyggjur annarra, gera þær að sínum. Já, lessa, verður skít sama, sko, degjum hvað sem er og enginn aftur að muna eftir 100 ár, sko. Það var eins gott að hafa haft sem fæstar áhyggjur yfir sína eina. Já, vera áhyggjulaus. Jæja, Ágúst. Já. Þakka kærlega fyrir að koma í sjókastið. Takk fyrir að taka við mér. Og segja okkur svona skemmtilega sögur og bara lyfta upp stemningunni. Já, takk kærlega fyrir það og bara gaman að vera með ykkur. Ok, Já, sjómennskan er